Líkaminn okkar hannaður til þess að vera á hreyfingu. Ef við hættum að hreyfa okkur þá byrja vöðvarnir að rýrna, beinin byrja að vera mýkjast og við byrjum að eldast langt aldur fram. Markmiðin mín fyrir þína hönd að auka lífsgleði og lífshamingju, hreysti og styrkja heilsuna þína. Fyrr á öldum þá hreyfðu menn sig miklu meira heldur en við eigum til að gera í dag. Við sitjum í bílum á leiðinni í vinnuna, við sitjum allan daginn í vinnunni, við sitjum fyrir framan sjónvarpið þegar við komum heim úr vinnunni. Það búið að reyna að selja okkur í mörg ár að kolvetni séu holl en fita sé slæm. Það rangt. Hnébeygjan móðir annarra æfinga og ef þú hefur lítinn tíma til að æfa þá ætti hnébeygja að vera fyrir valinu vegna þess að hún hjálpar við ofboðslega margt annað. Þannig að þarna eru 3 svona grunnþættir, svefn, mataræði og hreyfing sem við höfum fullt vald yfir og við þurfum bara að ákveða hvort við viljum vera heilbrigð eða hvort okkur sé bara alveg sama og við ætlum bara að leggjast í sjúkrarúm langt fyrir aldur fram. Svefnin okkar hefur bein áhrif á alla aðra þætti og allar aðrar stoðir heilbrigðs lífstíls. Þannig að það fyrsta sem ég hvet þig til að gera að laga svefninn. Þannig að þú ímyndar eins og sést reið górilla. Ég heiti Evert Víglundsson og á þessu námskeiði ætla ég að hjálpa þér að komast í form.